Ég held að við séum kannski að fara inn í nýja tíma núna. Fyrst að Vinstri grænir og Pírata dutt út af þingi. Ég hef ofta alveg að þetta séu efnaðislegir hryðjuverkamenn, fólk í stjórnmálum sem að haga sér eins og þau hafa gert. Þú grætur það ekki? Græta ekki, síður en svo sko, og nú ertu með ríkisstjórn sem að vill vera ábyrg og talar þannig og og vill vera positív út í atvinnulífið og talar líka þannig og í stjórnaranstöðu ertu með flokka sem eru líka positífir út í atvinnulífið. Þannig að nú þá lag að koma einhverjum skynsamlegu lögum í gegn myndi að halda sem hægt að lifa við allan næstu 10 árin í þessar atvinnugrein. Já, og það býður einmitt þessi lagasetning svo í nefnið alveg bara sem ég var að nefna áðan fiskeldið. Já. Ef ég væri einvaldur, segðu nýlega á Facebook, stórauka orkuöflun með rennslis og jarðvarma. Já, við þurfum að eiga rafmagn á lager. Það sé verið í orkumálun. Já, við verðum auðvitað bara að eiga rafmagn á lager. Það segir sér bara sjálft. Það er bara ótrúlegu barnaskapur að láta hlutina reka á reiðanum í svona langan tíma. Þú veist aldrei hvaða tæki fari banka upp á. Þú veist aldrei hvaða fyrirtæki innanlands þurfa meiri orku, vilja stækka og bæta við og svo framvegis. Og við sittum alltaf bara eins og að það sé ekkert mál að það verði rafmagnslaust á Íslandi og að það þurfa að taka skammtanir upp og það þurfa að loka sundlaugum og gumma auðvitað hvað. Og ég fara að gera það núna áramótin? Ég veit ekki, en ég finnst þetta alveg ótrúlega bannalega. Boða það að það sé með þess að hitavitan get ekki alveg annað eftirspurn í þessum frosti sem kemur núna. Við höfum bara alls ekki verið að afla nægrar orku á undanförnum árum. Þú vilt reka ríkissjóðs án halla, sagður, ef ég væri einvaldur. Já, alveg skýrt. Er það alveg grunnregla bara, já. JBT sko náttúrulega skráð í Bandaríkjunum fyrir og ég myndi svona ætla til að byrja með að hlutafjáreignir sem er skráð hérna á Íslandi þó ég veit ekki hver hún verður nákvæmlega þá svona með þau viðskipti sem áttur í stað núna fyrir helgi á íslenska markanum í tengslu viðtökutilboð þá myndi ég ætla starðagrána þessu væri kannski kringum 250 milljarðar sem væru hér til að byrja með. Eiga Íslendingar núna stóran hluti í þessu? Já, sko, Íslendingarnir... Svona heldur þau? Já, þeir eiga náttúrulega það er náttúrulega... Lífeyrissjóðirnir er ennþá það inni, er það ekki? Jú, stór hluti, sko, Íslendingarnir svona, eiga kannski ekkert langt frá því þá eiga þriðjung í sameinuðu félagi. Í sameiginlega fyrirtæki? Eitthvað svoleiðis, það er ég... Þetta var náttúrulega skráð í Hollandi líka, þannig að það eru líka hlutafar þar vantarlega sem að muni í svo Bandaríkjamenn. Já, akkurat. Nei, þannig að þetta er risa fyrirtæki. Hvað heldur að FTSE viðurkennt, að þetta verður viðurkennt sem íslenskt fyrirtæki? Nei, það er nú eiginlega hengurinn á þessari jákvæmt er að JBT sem verður svo JBT Marel ætlar að tvíska sig hér eða mun tvíska sig hér að þá munu þessi alþjóðlegu vísitölufyrirtæki, FTSE og MSCI líta á fyrirtæki sem bandarískt félag. Þannig að það mun ekki teljast sem íslenskt fyrirtæki eða hluti af markaðsvirði á íslenska markaðurum í þeirra útreikningum. Í vor var einhvern veginn allt í kaldakólum, mikill barlómur og við sáum hérna útbáð Íslands hótela, það misheppnaðist og menn hafðu áhyggjur af stöðu ferðarþjónustunnar. Og að gekk erfilega að berja niður verðbólguna en svo náttúrulega þurfa að sjá hérna þegar líða tökur ári að hérna verðbólga koma niður og það kemur hérna svona smávæli lækkun á Seðlabankans og önnur í kjölfarið. Þannig að ég held að svona... Það er vaxtalækkunin? Já, svona það er svona... Hugsunin að það verði erfiðleikar vaxtalækkunin? Já, það er snúningspunkturinn en raun og veru í upphafi ársins það sem að menn voru að horfa á var að þessi yfirtaka mál myndi ganga eftir að Loftek fengi hérna leyfi í Bandaríkjunum kjarasamningur eru hagstæðir, salan á tíumundi ganga eftir, allt þetta gekk eftir, en það vantaði það sem að... Svo breyta var eftir. Já, en það sem að raunum vantaði var að vextinni kemur yfir og í upp á ásins voru miklu meiri var bjassin að vextin myndi lækka fyrir árum. Hraðar þá niður. Já. Þannig og það var kannski það sem að á vantaði og við sjáum á hlíðalínunni eru gríðarlega peningar bara í innlánum og lausafjóðsum og annað sem hafa bara haft það bara mjög gott í bönkum og hlutabréfa inn í sko skuldabréfamarkað. Já, og svo verður svona hálfgeirs hólskefla sem það má hafa væntingar að það verði bara alveg ágætt ár í Kauphöllinni á komandi ári. Ég er alveg sæmilega bjartsýnn það er sko undirleikið rekstur líka félagi Kauphöll er góður og við sáum nú að þriðarsfrangi var sannlega einhver besta uppgjörsverti sem sé langa tíma.